Hæ krakkar, ég heiti Unnar og þetta Katrín, samstarfskona mín hjá lögreglunni. Við ætlum að tala aðeins ofbeldi. Vitið þið hvað ofbeldi er? Það til margar gerðir af ofbeldi. Til dæmis það andlegt ofbeldi þegar einhver notar ljót orð sem særa mann eða hótanir sem hræða mann og láta manni líða illa. Líkamlegt ofbeldi þegar einhver meiðir mann með því til dæmis að slá, sparka, kýla, flengja eða henda hlutum í mann eða aðra. Mundu að það líka ofbeldi að þurfa að horfa eða hlusta á þegar einhver sem manni þykir vænt meiddur eða beittur ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi þegar einhver vill snerta mann þar sem manni finnst það óþægilegt. Til dæmis einkastaðina sem rassinn og kynfærin eða brjóstin. Það líka kynferðislegt ofbeldi þegar einhver lætur mann snerta sína einkastaði eða snertir sína einkastaði fyrir framan mann. Svo getur kynferðislegt ofbeldi verið á netinu. Til dæmis þegar einhver sendir manni óviðeigandi myndir af líkamanum sínum eða reynir að fá mann til að senda sér slíkar myndir af manni sjálfum. Ofbeldi á sér stað í alls konar fjölskyldum. Oftast það karlmaðurinn sem beitir ofbeldi en konur geta líka beitt ofbeldi og stundum krakkar líka. Á Íslandi eru lög og reglur sem banna fullorðnum að meiða og særa börn og unglinga. Þess vegna skiptir svo miklu máli að segja frá þegar ofbeldi á sér stað. Þá hægt að hjálpa þeim sem verða fyrir ofbeldinu. Meira að segja þeir sem að meiða og særa geta fengið hjálp. Það að leita hjálpar leiðir ekki endilega til þess að gerandinn tekin í burtu. Það getur líka leitt til þess að viðkomandi fá hjálp og breyti hegðun sinni. Ef þú verður fyrir ofbeldi eða þekkir barn eða ungling sem verður fyrir ofbeldi best að tala það við eitthvað fullorðinn sem þú treystir eins og til dæmis foreldra þína. Ef það eru hins vegar mamma eða pabbi sem eru að beita ofbeldinu og þú treystir þeim ekki, reyndu þá að finna einhvern annan fullorðinn sem þú getur treyst og sagt frá því. Þú getur til dæmis talað við ömmu og afa, frænku þína eða frænda. Ef það gengur ekki, þá örugglega einhver í skólanum sem þú getur talað við, eins og kennariðinn, hjúkrunarfræðingurinn í skólanum eða skólastjórinn. Þú þarft allavega að halda áfram að segja frá þangað til einhver hlustar á þig. Börn og unglingar geta hringt sjálf í barnanúmerið 112 eða í hjálparsímann 1717 og fengi hjálp. Svo hægt að fara á 1717.is í netspjallið og tala við gott fólk á netinu. Mundu að ofbeldi má ekki vera leyndarmál. Það nefnilega margt fólk til staðar sem getur hjálpað ef það bara veit hvað að gerast. Til þess að öllum geti liðið vel verðum við þess vegna öll að vera dugleg að segja frá ef verðum fyrir eða vitum af ofbeldi. Takk fyrir að hlusta og munum öll að vera vakandi og segja frá.